See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you?
Hilmar Hafsteinsson. Númer 6. Númer 7. Adam Eivur. Ólafur Helgi Jónsson. Það er 8. spjald en besti yfirmannsins. Darrell, Fleik, Pétur, Lúis kemur upp, Lúis finnur Arþór. Arþór finnur Fleik, frábærlega vel gert, glæsilega spil á Tindastóli. Fleik nær sóknarfrákvæmd sem setur boltann. Haukur Helgi með boltann, þar er hleypti varnar. Og Helgi Rafn stelur boltanum og nær hendunum í marki Simons og út af. Glæsilega vel gert Helgi Rafn. Og fyrir það sem er að koma að skjána núna, afsækja þessa útsendingarleysi hjá okkur, það var smá vesen á internetinu. Það er forsenda þess að vera með netútsendingu, það er internet. Og þið verðið bara bear with us um það. En Fleik setur þristin ofan í. Fleik er að fá kostum henni byrjun leiks. Hann er komið með 7 stiga, 11 stigum Tindastólsmanna. Staðan er 5-11 fyrir Tindastól. Og Fleik fær vill á sig. Og það er villan með 2 á Fleik, þannig að hann er að koma út af. Hann reyndar fekk villu dæmd á sig áðan sem að átti ekki að vera dæmd á hann. Hefði átti að vera á Lúis réttilega. Það er að byrja frábælega. Eins og, já, flesti sem fylgjast með fréttum hérna, íþróttafréttum á Íslandi, þá vita að stjórn Tindastóls tók þá ákvörðun að reka Píti Pokala og Harry Mannanen eftir tapið á móti Haukum á heimavelli. Kári Marísson stýrir liðinu þangað til annað kemur í ljós. Marki Simonsson klúðraði fyrra vítinu, seinna vítið klúðraði hann sömuleiðis, en Ólafur Helgi með frábært og en hann tvígripar hárrétt Davíð Tómas með þetta allt á hreinu. Já, eins og ég var að segja að Kári Marísson stýrir Tindastóls-liðinu þangað til annað kemur í ljós. Það verður bara fróðlegt að sjá hvað verður gert í því. Darrell Lewis feikar, fer alla leið, setur hann ekki með fær villu í skotinu á Hauk Helga. Já, Haukur Helgi ósáttur með sjálfan sig og lætur gefur Friðrik Inga, þjálfara Njarðvíkingur, thumbs up. Darrell Lewis á línunni, setur fyrra villu. Setjum við þetta sömuleiðis. Til þess að fara í svona, já, létta maður á mannpressu. Svona fylgja manninn upp völlinn. Aðeins að taka 2-3 sekundur af skotklukkunni. Gera það, taka 6 sekundur aðeins, eða byrja ekki sókna fyrir að það eru... Nei, 8 sekundur segi, byrja sókna með 16 sekundur eftir skotklukku. Haukur Helgi hann að tegur tjakkinn og Darrell Lewis, nei, Jerome Hill. En það virkar ekki, en... Jerome Hill með boltan á þryggjastillinu. Helgi Rafn fær villu á sig, sóknarvilla sem að Leó Garðarsson sér. Ég sá ekki hvað gerðist þarna. En líklegast... Helgi Rafn kemur líklegast út af núna, hann er komið 2 villur. Og Helgi Freyr, eða Pálmi, annarkvort kom inn á, finnst líklegt.
Já, Pálmi að gera sig tilbúin til að koma inn á væntanlega fyrir Helga. Logi með frábæra sendingu, Hauk Helga galopin þrist og hann allt ofan í. Já, þetta bara automatískt. Haukur Helgi spila með íslenska landsliðinu og Eurobasket. Hann hvort hann ekki þriðju hæðstu þriggjastaða nýtinguna á mótinu. Hún var þarna rosalega há hjá honum. Þar Lewis fer á Hauk Helga og fer alla leið og hann setur hann ofan í. Hann svo mikið vopnabúr þessi maður, það rosalegt. Logi með lélega sendingu Lewis og Lewis, hann fer alla leið og setur hann ofan í. Staðan 8-17 og Friðrik Ingi og Teitur Örlygsson þjálfari Njarðvíkur taka leikhlé. Ekkert rosalega ánægður að sjá. Þetta hefur svona spilast heldur með Tindastóls-mönnum. En enn og aftur þá afsakið þetta útsendingleysi í byrjun leiks. Þetta vonandi ætti að vera allt í góðu það sem eftir er. En já, eins og ég segi þá byrjaði Darrell Flake frábærlega hjá Tindastóls-mönnum, skoraði 7 stig á fyrstu 11. En stóru mennin hjá Tindastóls, Helgi Rafn og Darrell Flake eru konum 2 villur hvor. Frekar snemma í fyrri hálfleik. Pálmi Geir og Jerome Hill eru komin inn á. Hjá Njarðvíkingum þá hefur þetta við byrjuðu fyrstu 3-4 sóknirnar þarna mjög vel, skoruðu 8 stig. Síðan hefur þetta farið svona heldur niður á við hjá þeim, en ég hef ekki annað en að þeir koma nokkuð vel tilbúnir úr leikliðinu hjá Friðrik Inga og Teitur Örlygssyni. Það er engin smá vitneskja þar körfubolta í þessum 5 mönnum sem Njarðvíkingar hafa hann á bekknum og hafa lent í þessu öllu saman. Ekkert sem þeir hafa ekki upplifað áður. En þetta allt komið í gangi á Görðu og Logi Gunnarsson kemur upp með boltann, Pétur til varnar. Haukur Helgi, hann fær pick frá Simmons, finnur Óla Helga, Haukur inn á Simmons, Pálmi til varnar. Bara mjög góð vörk hjá Pálma. Pétur nær síðan boltanum og Pétur hendi boltanum á eitthvað bara. Heppinn á Lewis sem mættur hana. Lewis finnur Pálma, Pálmi fer í átíma bara þrist. Hefði nú átt að taka þetta rólega. En við sjáum að Viðar er komin inn á hjá Tindastóls-mönnum og Maciek komin inn á hjá Njarðvíkingum, en Óla Helgi hendi bara boltanum yfir allan völlinn og út af. Sonur Sverri Sverrissonar sem að Tindastóls-mönnum en ekki fór að þetta skiptið. Óla Viðar stoppar hraða sókn. Setti fyrir á víti. Yngva. Ætti hann eitthvað að hætta það núna? Með sendinguna. Haukur Helgi var búinn að taka eftir Loga. Viðar í horninu. Fyrsta leiknum staðan 12-19 fyrir Tindastóls. Og það er sóknarvilla á Yngva líklegast. Nei, á
Yngvi með boltann upp á topp. Langan þrist. Viðar setur þetta ekki honni. Pálmi blakar honum út. Og þetta vantilega til þessi bolti. Já, það var æsilega vel gert. Flott barátta. Það Arthur sem komur inn á. Tekur hérna innkastið. Finnur Yngva. Yngvi fyrir í langan tvist. Setur hann ekki honni. Óöppin Yngvi hana. Þá kemur Logi upp boltan. Logi finnur Hjalta. Hjörtur Hrafn. Haukur Helgi fær skrýf frá Hirti. Erfið sending hana. Logi alltaf að fara að skjóta þessu boltan núna. Já. Setur hann ekki honni. Jerome Hill með frákastið. Keyrir hann upp. Hann fer bara í þrist. Setur hann ekki honni. Pálmi hann í baráttunni við Loga og Logi hafði betur. Haukur finnur Hjalta, frábærlega vel gert. Æsilega á sendingunni. Hann með svakalega yfirsýn á völlinn hann Haukur Helgi. Það kemur Pálmi, Yngvi og það þristur á Yngva. Hann inn and out. Flott skot í Yngva. Alltaf skot á þessu. Flott. Þarna fær Haukur Helgi þryggjasta og Villa Hauki. Hann á leiðinu á línuna fyrir einu skoti. Kári Mar vill meina að þetta hafi verið ódýr Villa hana. Hann hefur kannski eitthvað til þessum máls, ég veit það ekki. En það breytir því ekki að Haukur á línuna skjóta 200. Nei, nú fyrir ekki. Staðan 19-19, 39 sekúndur eftir af fyrsta leikluta. Víti og Hauki ekki honni í Viðar. Hjörtur Hrafn bara, hann bara frekari heldur en Viðar. Nær boltanum. Logi næstu búinn að missa boltan hana. Haukur ekki honni. Annað sóknarfrákast í Njarðvík. Og Arthur nær bara boltanum. Ópen á Hauki. Villa Matsik á hárrétt. Arthur vildi fá Villu fyrr. Haukur Helgi fær hérna 17 sekúndna hvíld. Það Arthur á væntanlega eitt skot, 15 sekúndur eftir að Yngvi kom boltan. Yngvi erfitt. Finnur Viðar Viðar fær frítt skot síðan. Setur það ekki honum. Þetta var illa exist upp í síðasta sókn. Hér er líka langar að benda áhugasömum á að körfuboltadeildin stendur fyrir svona árlega herrakvöldi núna á laugardaginn í Stafbarinn. En staðan er 19-19 eftir fyrsta leikluta. Þetta er svona að vera sveiflukent. Njarðvík byrjaði betur, síðan tók Tindastóll gott áhlaup og náði einhverju 8-9 stiga forskoti en síðan endaði Njarðvík fyrsta leikluta mjög sterkt. Sem og karavan@umfn.is og miða verður 5.900. Dreifast nokkuð þægilega stigaskorið. Haukur Helgi er atkvæðamestur hjá Njarðvík með 8 stig og aðrir eru með 2 og 3. Hjá Tindastólsmönnum er Fleik 7 stig, þurfti að fara út af snemma með 2 villum. Helgi Rafn 2 villur, Viðar með 2 villur, þannig að það er smá svona villubrölt á hérna Tindastólsmönnum en Tindastólsmenn þurfa að koma, já, var þarna flott að fá meiri sókn og rók. Það er að segja að kom Fleik, Dalli Lewis, en annars hefur aðrir ekki verið mikið á ókna. En það er bara svona, Yngvi reyndar búinn að vera óheppinn með sín skot, var með eitt flott
þriggjastaskot sem að svona fór inn en átt. En við erum að byrja þetta núna aftur. Arþór að taka boltan upp, Logi til varnar. Og það er Villa Loga. Já, hárrétt. Logi að setja eitthvað statement hana. Það er 9 klukka. Arþór kemur upp boltan á. Finnur Jerome Hill, Pálmi, Arþór. Og þarna vilja að fá boltan, já. Jerome. Hann er færað sig dæmdi á rauning. Keyrir öxlina inn í Óla Helga. Og líklega bara réttilega dæmt. Þannig fyrst að dómari dæmir og þá er það líka alltaf rétt. Það breytist allan ekki, sama hvað er. Ég held að engin dómari í sögunni hafi breytt dóm eftir að hafa dæmt hann. Sem að, sko, nema hann hafi gert. Nema annar dómari segi eitthvað annað, dæmi annað. Þetta er bara flott kerfi hjá Njarðvíkingum en Hjörtur Hrafnar eitthvað mislaðar hendur, hann missi boltan þegar hann var leiðin upp í leiðingu. Óheppinn bara. Kemur Arþór upp með boltan. Arþór. Jerome. Flott crossover hann að Jerome. Fer fram hjá Hjalta í einu skrefi og fær síðan Villu, leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Helgi Freyr kemur inn á hjá Tindastól fyrir Yngva og tvöföld skipting hjá Njarðvíkingum. Logi og Matsik fara út af og Haukur Helgi og Jón Arnór kom inn á. Fyrra vídeo, Jerome, hann leikur hann í. Setna víti, það leikur ekki hann í. Pálmi hann í baráttunni, óopinn. Hann lendir illa á setjandanum hann. Arþór til varnar á Jón Arnór. Jón Arnór fer alla leið. Þetta var síðan bara fín sending á Hauk Helga sem fer alla leið og setur auðvitað. Hann er svakalega sterkur. Frábært fyrir íslenskum körfubolta að fá Hauk Helga á landi. Gerir deildina sterkari. Helgi Freyr. Hann er að fara að skjóta þessu bolta. Já. Setur hann ekki hann í. Pálmi, Hjörtur Hrafn boltan, Pálmi til varnar. Helgi hjálpar kannski heldur mikið. Hjalti með auðvelt frákast. Jerome gleymir sér hann að stíga út. Hjörtur, Jón Arnór. Fyrir Hauk Helga. Darren Lewis nær síðan bara boltanum. Hann fer erfiðu leiðina að körfunni. Hann átti að löngu að senda Jerome Hill. Vildi fyrir Villu. Ég veit ekki um það en hann átti bara auðvitað að senda á Jerome sem var galopinn. Villa Arþór fyrir hip check hann að staða. Pálmi kemur út af fyrir Davíð Freyr. Það er ágætlega mætt inn í Jónagrifunni í kvöld. Bæði Njarðvíkurmegin og Tindastólsmegin. Þetta er auðvitað leikur í bikarkeppni karla. Þannig þetta er bara ekkert upp á stiga neitt, þetta er bara spurning að halda áfram eða ekki. Þarna vildi bæði lið frá Villu, bæði Njarðvík og Tindastóll. Þetta var Hjalti að gera eitthvað sem hann á ekki að gera. Dribbla langt fyrir fram með þriggjastaslínuna. Flott hreyfing á Simonsen, glæsileg hreyfing. Þó að Fleik hafi staðið nokkuð kjur. Fleik hana út í þriggjastaslínuna. Finnur Arþór langan þrist og setur spjaldið á henni. Frábælega vel gert. Jafnar leikinn 23-20. Þetta er það sem að Arþór gefur Tindastól með mikið lók fyrir utan. Flott vörn og Villa og Helga Freyr.
ég ætlaði nú að segja flott sókn. Vörnin var nú ekkert upp á þeim besta. En það innkast hjá Njarðvíkingum við endalínu. Þeir hendi ykkur gott kerfi. Hjalti. Flott skrín. Markið Símons endar á þess að taka langan tvist og það er Bruni. Mjög vel gert. Pétur kemur boltann. Á að koma inn á fyrir Arþór. Pétur finnur Darrell Flake. Darrell Flake finnur Pétur. Lewis. Eftir gangi núna mikið fyrir utan þryggjastega. Pétur verður að taka erfiðan þrist. Setur ekki honni. Þetta gekk svolítið hægt þarna á stólunum. Hjalti. Það er inn á Símons. Hann er heitur þessa stundina. Setur þetta ekki honni. Flake með frákastið. Pétur kemur snöggt upp. Finnur Lewis á póstinum. Lewis, hann er að fara á haug, fer á hann, setur þetta honni. Hann er svo góður í þessari stöðu. 25-25. Pétur heppinn að fá ekki villu hana, mjög heppinn. Lewis að reyna að stela boltanum sem endar á Hauk Helga galopinn fyrst. Jerome Hill nær frákastinu. Hann ætlar á Símons, mikið drip. Feika skotið. Hann er að fara að tróða þessu, já. Vel gert. Símons bara nefndi ekki að spila vörn þarna sem gera það verkum að Jerome fær galopna flugbraut af körfunni og treyjunni sem er tilþurfin. Það er alltaf að spila sama hana. Þetta er að virka fínt. Símons fær frí. Já, þetta er bara mjög vel gert hjá hann. Hann er bara að fá galopi. Sko, einn og einn á póstinum og langt í hjálp. Hann virðist líða vel í þessari stöðu. Jerome, Pétur, Lewis kemur. Erfitt. Pétur var að reyna að setja hann yfir hana. Flott vörn hjá Pétri hana og það er 8 sekúndur. Það er bara hárrétt. Helgi á Helgarab og hann fær galopinn þristandi fyrir utan, setur hann ekki honni. Óheppinn Helgi Freyr hana, bara flott skot. Mikil baráttu hann hjá Símons og Helgarab. Haukur Helgi á Loga. Logi, hann er alltaf að fara fram með Flake, einfalt. Boltinn hrekkur út til Hjört sem að finnur Loga aftur. Logi fyrir erfitt skot en hann setur, þetta er flott vörn hjá Lewis sem finnur. Og það er villa á Óla Helga. Hárrétt. Staðan er 27-27. Þetta hefur sóknir baggjaliða hafa ekki gengið neitt rosalega vel. Getur skrifast að góða varnir. Pétur finnur Lewis. Lewis á Helgarab. Helgarab með Símons. Bakkar á hann. Feikar hann. Erfitt. Með vinstri húk. Nei, hann var ekki komin yfir. Og Logi með þrist. Fólk vildi fá að meina að hann var komin yfir. Hann var bara því miður. Lewis er ennþá að skoða þetta. En erfið sending hjá
Pétri og enda með að Darren Lewis fær tæklu illu frá Davíð Tómas dómari fyrir mótmæli bara, endalaust mótmæli. Enda það vitlaust að vera á mótmæla dómari. Ef dómarinn dæmir ekki þá þýðir ekkert að væli honum, það er bara þannig. Logi setur ekki tæknivitið en þá er Njarðvíkingar boltann við miðlínu. Haukur Helgi finnur Loga hérna. Lewis og þetta er bara glæsileg vörn hjá Fleyr. Fer hann þráðbeinn upp. Pétur finnur Frey og Helgi Frey setur honi. Transition offense. Nú er eitthvað 30-30 staðan. Það er harka að færast í hann leik. Það er bara gall. Það er góða og Darren Lewis fær sína þriðju villu. Nei, aðra villu fyrir ekki. Hann er bara að fá sína aðra villu. Stólun er að spila. Haukur Helgi setur ekki fyrirvíti. En við erum boltan. Fer bara alla leið, það er bara góð vörn hjá Njarðvík. Logi er á sendir Helga. Kemur upp í þrist, setur hann honi. Slíðraði byssum hann að Haukur Fleyr Pétur Logi vonandi munu verða til þess að þetta muni lagast. Leiklutam, eða fyrir áleik. Haukur Helgi með 11 stig og fjögur, seinna vitið fyrir ekki honi. Og Logi fer í að finnur þá finnur Pétur skrefar á ára. Tinga á stólunum. Helgi Rafn og Pétur kom út af. Nei.
Staðan er 33-34 fyrir Tindastól. 45 sekúndur eftir af öðru leiklutunum. Þetta hefur verið að... Já, þetta hefur verið svona... skrítinn. Leikur svona nokkur mikil barátta, kannski segir eitthvað hvað mikið undir. Bara liðið sem tapar hérna er búinn að missa af bikarnum. Það vilja allir koma til höllina og það er bara hannig. Við vorum í þeim sporum fyrir 2003 ef maður rétt. Tökum það mot Keflavík með litlum munn. Þetta er komið í gang aftur. Logi Simons finnur Hört. Hjörtur með auðvelda körfu, bara vel gert í Hört. Rögnvaldur hann hvað hans að þvælast fyrir hann. Hann er bara dómarinn hluta leiknum, þannig að ef boltinn fara út af þá er bara mikið Tindastóll. En það er síðast skotið í fyrri hálfleik. Pétur fer á óheppinn að hann hefði átt að finna Helga fyrir hann. Það er bara hannig. Styttri sending, erfið sending alltaf svona yfir, þvert yfir teginn. Á endanum fáum við þrist næst í hausinn. Við vildum fá Helgir vildi fá stoppaðan tíman, en við förum í seinni hálfleikinn. 35-34 fyrir Njarðvík. Við vonum að þetta verði betra í seinni hálfleik. Hefum þessi smá. Herðu, hvað er eitthvað vil? Það er eitthvað næst í, herðu, hvað er í gangi? Það er bara
Þetta er bara snill. Ég segi, það er alveg komið. Anna, það er blóð. Það er alveg nóg. Svo náðu sko ekki, en við séum alveg komið helmingum með þetta. Þannig að þetta ætti alveg að... Var ekki búið að... Já. Jæja, gott kvöld. Já, við skulum vona að þetta sé komið í stöð og útsendingu hjá okkur núna og bara við afsökum enn og aftur að þetta, eins og ég sagði hérna í byrjun, að forsenda þess að vera með netútsendingu, það er allavega sæmilega stöðugt og hratt net, en þetta er allt klappa á klátt núna vonandi og prófum bara fingur og skulum bara njóta seinni hálfleiks hér á Ljónagryfjunni í Njarðvík Tindastóll. Þetta er fyrri leikur þessara liða í vikunni hérna. Þessi leikur er leikur í bikarkeppni karla. Liðið sem heldur hérna, vinnur hérna, heldur áfram í 16 liða úrslit. Síðan á 50-daginn þá koma Tindastólsmenn aftur hingað og spila í deildinni sem það er bara þannig að það er alltaf erfitt að koma í Ljónagryfjuna, það er ekkert hægt að leyna því. Lið Tindastóls hefur verið að mínu, það sem mér finnst, þá hefur mér fundist þeir spila svona nokkuð þetta hefur alveg gengið hjá þeim og engin stjörnu körfubolti svo sem, ekkert svo sem heldur frekar en Njarðvík, þeir hafa ekkert verið að en þetta er alltaf að fara í gangi á okkur hérna og væntanlega byrja liðið með sömu leikmenn og byrjuðu leikinn. Hjá Tindastól voru það Pétur Arnþór bakverðirnir og Darri Lúis, Darri Fleik og Helgi framherjar. Njarðvíkumegin var Jón Arnór Sverrisson, Logi bakverðið og Logi Gunnarsson bakverðið og Haukur Helgi, Ólafur Helgi og
Marki Simmons framherjar. Gæti verið smá breyting þar á ef Jón Arnósi byrji ekki og annarkvort Hjörtur Hrafn eða Magic kom inn í seinni hálfleiknum. En það er eitthvað verið að skoða körfuna hérna sem er bekkjarmegin, eða sérst Njarðvíkur bekkjarmegin. Leifur Garðarsson dómari er eitthvað að velta þessu fyrir sér með Húsverði, sýnist mér. Njarðvíkur, ég veit ekki hvað það er sem hann er að skoða. Það er allan að vera að koma með tröppur og eitthvað þannig inn. Ég veit hvort að neti sé, já ætli það sé ekki bara vanti að húka netinu upp í hringinn eða eitthvað svoleiðis. Arnar Augu hann hjá Leifi Garðars. Spotta þetta. Nei, þeir virðast nú bara mér finnst þeir nokkuð kræfir að hafa stígan þarna. Nei, það er bara ég. Nei, hann tók stígan síðan. En þá verður þetta nú alltaf að fara að byrja hérna. Það var eins og ég held að Magic nr. 23 hérna sem er að fara að taka boltann inn fyrir Njarðvíkur, hann kemur inn í byrjunarlið seinni hálfleiks í staðinn fyrir Jón Arnór sem byrjaði leikinn hjá Njarðvíkur. Leifur búinn að segja hinu dómarum hvað það var hvað það er sem er að hringnum. Ég hef bara ekki vitnings um það en það skiptir engu máli, við erum að spila körfubolta hérna. Já, kemur þetta, Logi kemur upp með boltann. Hann finnur Hauk og Fleik fær bara, þetta er bara hárrétt. Klaufuleg villa, fær þriðju villan á sig. Býður hérna dómarinn upp á að dæma en það brostir ákvöldu dómarinn bara að þessu. Og þetta er frábærlega vel gert hjá Marki Simmons og Hauk Helga. Svona alley-oop, lay-up. Lewis vill fá boltann á póstinum. Hann fer í skotið, setur það onni. Feikar hann einu sinni, fær manninn til að stíga hálft skref aftur á bak og það er nóg. Arnþór til varnar að loga, flott vörð hjá Arnþóri. Magic setur hann inn á Simmons. Hann er búinn að gera þetta allan leikinn, en missir boltann núna. Þessi, já hvað, hann er komið 8 stig, alltaf þessi ekki 6 stig þessum sem hann hefur fengið svona, það sem hann hefur bara postað upp. Pétur, Asama, Lewis fer aftur í skotið, setur ekki honum. Jerome Hill með flott sóknarfrákast. Hann fer í þrist, eða hótar þristinum. Arnþór. Jerome fer í þristin. Það leit ekki vel út þetta skot. Og Magic, flott hjá Magic. Svona hesitation move, svona hægir á sér. Þannig að Pétur flýgur fram hjá honum, síðan fær hann auðvelt layup. Jerome finnur Fleik dribblar, missir hann fyrir gennum klóða á sér og Haukur Helgi nær boltanum. Staðan í 39-36 fyrir Njarðvík. Arnþór til varnar, Logi með boltan. Logi fær 12 skrín. Ólafur Helgi næstum búinn að missa boltan, Lewis hann til varnar. Magic finnur Simmons. Og þetta er bara stólinni gleyma sér hann í vörðinni, fara að stara boltan. Og Magic finnur Óla Helga hann að gala búinn til körfunni. Fritt layup. Lewis á póstinum. Ekkert í gangi að hreyfa sig enginn. Allir kjurrir hjá Tindastól. Og Jerome fær boltan frá Lewis loksins og leggur hann onni. Auðveld karfa, 41-38, 7:34 eftir af
þriðja leikluta. Logi dræfar inn, Artur flýgur á hausinn. Pétur kemur upp, það er villa á Magic. Stoppar hraða sóknuna, tekur á sig villuna. Yngvi kemur þetta inn á fyrir Arþór. Já, hann tjónaði sig eitthvað þannig að alveg gjörsamlega flaug á hausinn hvort það hefur einhver bleita eða eitthvað svoleiðis. Hann haltrar hérna út af, vonum að það sé í topplæði með hann. Það er bara býta vextinn. Pétur, fær skrín, Fleik fer í þristinn, setur hann ekki honni. Haukur Helgi, Lewis óheppinn að stela ekki boltanum. Lewis vildi á fót hana. Pétur nær frákastinu eftir galopið skot frá Óla Helga. Og þar er Lewis og hann fær vill á Óla Helga. Óla Helgi heppinn að fá ekki tæknivill hana með við svona stranga línu dómara í bara íslensku deildinni hjá okkur. Þar er Fleik, fær boltan hana. Hann bakkar bara Óla Helga niður. Yngvi fer alla leið og fær villu á væntanlega Magic, finnst mér líklegt. Já, 23, það er Magic Baginski. Villu hann á Yngvi á leiðinu og vítalínuna fyrir 2 skotum. Yngvi búinn að vera nokkuð aggressífur. Þarna fær hann 4. villun á Magic. Setna viti sömuleiðis. Gott maður, Yngvi. Bara svona. Mingararnir stig 41-40, 6:40 eftir að þriðja leikluta. Allt í járnum eins og er. En eins og við veitum í körfubolta þá getur þetta breyst á örskotsstundum. Haukur galopið þrist. Þessi er honni. Ná ekki honni. Já, með gott sjónarna. Þetta leit vel út. Pétur, Yngvi, dræfar, Fleik, Yngvi. Jerome ætlar í hóta skotinu. Hann dribblar mikið. Yngvi fer í erfiðan þrist en setur það ekki honni. Flott vill af Yngva. Stoppar það svo. Var ekki komin eina villu þannig að þetta er bara mikið. Þannig að síðan sókn á Tindastólsmönnum var mikið dribbli á Derum Hill hann. Hann er heppinn að fá að skrifa á sig en kom boltanum til Péturs áður. Það er Haukur Helgi, Logi í horninu. Logi fer baseline. Ætlaði að finna Óla Helga í horninu. Þar hafa hendina á Fleik fyrir. Hérna kemur Hannes Ingi Másson inn fyrir Lewis. Hannes Ingi kemur væntanlega með mikinn kraft. Fleik enn og aftur með fína vörn. Hannes, Logi galopið þrist eftir. Jerome Hill enda með frákastið. Hann ætlar bara alla leið. Gerði það ekki en Yngvi fer hins vegar alla leið og fær villu og setur skotið auðveldlega onni. Fær villu á Simmons. Þetta var heimskuleg villa hjá Simmons. En Yngvi gerir vel og klárar. Og hérna þriðja villan á Simmons svona. Yngvi er að fara á vítalínuna fyrir einu stíg. Og einu skoti. Getum fengið 1 stig að launum fyrir það. 5:40 eftir af þriðja leikluta. Staðan 41-42. Yngvi setur skotið honni.
Haukur Helgi. Logi kemur upp. Finnur Hjalta í löngu tvist. Setur ekki hún í. Yngvi óheppinn náði frákastinu. Davíð Tómas segir að Haukur Helgi hafi verið síðast maður sem snert hann. Það er Tindastóls bolti. Pétur kemur upp boltan og það er villa á Óla Helga væntanlega handa fyrir að halda Hannesi á leiðinu upp í skrýni. Baseline, þetta er bara hárréttur dómur. Teitur Örlygsson öskrar á sína mennum að vera skynsamur. Jerome Hill skiptir við Darrell Lewis. Þetta var þriðja villan á Óla Helga og Hannes er að leiðan á vítalínuna fyrir tveimskotum. Fyrra skotið er Ronny. Seinna skotið sömuleiðis. Sýnir fátan öryggi hann á línunni. Darri Fleik til varnar á Hauk Helga. Yngvi hann að reyna að stela sem gerir það verkum að Ólafur Helgi fær galopið skot í horninu. Nýtist við það og minnka muninn í eistig 44-45. Villa á Ólafur Helga, þetta er hans fjórða líklegast. Helgi Rafn kemur inn fyrir Darri Fleik sem er búinn að spila vel inn á þrejum villum í bara mjög vel. Pétur á línunni fyrir tveimskotum. Setur fyrra viti. Staðan 44-46. Ólafur Helgi var að fá sína fjórðu villu handa og sest á bekkinn og Jón Arnar Sverrisson kemur inn á. Darrell Lewis til varnar á Hauk Helga. Yngvi eltir Loga. Logi Hannes er komin á hann. Hannes mikið dribbli á Njarðvíkingum núna. Erfitt skot í Loga Hans. Hann er nú frægur að setja svona skot. Hjörtur Rafn finnur ekki körfuna. Yngvi dræfarinn teginn finnur Lewis. Þetta er falleg sókn þarna. Auðvelt skot hjá Darrell Lewis. 44-49. Pétur til varnar á Jón Arnar. Það er skref á Jón Arnar, hann sendir ekki boltan sem tekur dribblu upp og tipplar hann áður hann kemur boltan og sendir þau sem er aðalega bara út af Pétur spilaði frábæra vörnum. Pétur kemur um boltan. Staðan er 44-49, 4 og 11 eftir að þriðja. Darrell Lewis finnur Helga Rafn, Helga Rafn finnur Hannes. Hannes í langan tvist, setur hann ekki honum. Flott frákast í Hjalta hana. Haukur, hann dræfa bara alla leið. Finnur Jón Arnar, hann finnur Hjört. Hjalti í langan tvist. Helga Rafn frákastið. Þeir róa þetta niður. Yngvi hótaði þristinu hana. Pétur fer bara alla leið, setur hann ekki honi. Lewis hana reyndi teppinnið. Náði ekki. Það er mikið fát á. Enginn frábæra vörn að blokkar Hjört. Hjörtur eitthvað pirraðar hann. Og Villa á Hjalta fyrir að halda Darrell Lewis í skríninu. Það er mikill pirringur í Njarðvíkingum. Alveg skilst. Nei, það er ekki. Já, ég held að það var leikli. Pétur kemur upp með boltan. Helgi. Yngvi galopinn þrist. Setur hann ekki honi. Mikil baráttu frákastinu, Hjalti endar á honum. Haukur Helgi fær erfitt. Hannes fer alla leið, vel gert hjá Hannesi. Haukur Helgi hann mjög nálægt í að blokka.
Haukur finnur Simmons, einfaldur túrlegur og mikil vill á Helga. Líklegast, vill á Yngva. Önnur vill á Yngva. Og það eru 2 skot sem að Simmons að fara að taka á línni. Staðan 44-51. 2:35 eftir af þriðja leiklutan. Já, þetta búið að vera ekki fallegasti körfubolti sem við séð, en Tindastóls menn hafa verið að koma boltan með körfuna. Það er það sem gildir. Þetta fljótt að breytast hérna í körfunni. Einungis 7 stig sem skilja liðin af. Það var leiklið heldur sem að Njarðvíkingar tóku. Dómari hérna kvöld, ég veit ekki hvað ég var búinn að segja. Þeir eru Rögnvaldur Hreiðarsson, Leifur Garðarsson og Davíð Tómasson. Allt fullreyndir dómarar. Já. En stigaskor hjá liðunum er þannig að hjá Njarðvíkingum er Haukur Helgi með 13 stig. Marki Simon 8. Aðrir minna. Ólaður Helgi með 7. Hann er komið 4 villur og við erum alltaf ekki spila fyrir 4 leikund aftur. Fékkst 3 villur á skömmum tíma. Hjá Tindastóls þá er Darri Lúis með 12, Darri Freyr með 10. Ingo með 7. Ari minna. Það var mikil barátta í þessu. Við erum að fara að sjá Simmons fara að taka 2 víti. Getur fengið 2 stig. Inn á hjá Njarðvíkingum núna er Jón Arnór nr. 10, Haukur Helgi nr. 13, Logi nr. 14, Marki Simmons nr. 6 og Hjalti Friðriksson nr. 12. Hjá Tindastóls er það Yngvi nr. 4, Hannes nr. 11, Arnþór nr. 5, Darri Lúis 13 og Helgi Rafn 14. Simmons klúðrar fyrra vítinu. Seinna vítið hundra því honni. Jerome Hill kemur inn á fyrir Hannes. Flottar mínútur sem Hannes skilaði hérna. Setti 4 stig og stal einu boltan. Arnþór, Jón Arnór til varnar. Einhver misskilningur þarna. Yngvi dræfar og Loga, finnur Arnþór fyrir langan þrist. Setur hann ekki honni. Það setti eitt svona í fyrra hálfleik. Hendur hann þá spjaldi honni. Hjalti finnur Loga, Yngvi til varnar. Logi fyrir sinn signature þrist. Óverbreyðsending honni. Lewis finnur Jerome. Og Haukur Helgi, hann var næstu búinn að stela boltann. Það slæðir hann nú. Hendur hann á Lewis. Lewis hann í erfiðan tvisti, en setur honni. 45-53, 1:30 eftir að þriðja leikluta. Haukur. Jerome til varnar og Simmons. Simmons með erfiða. Ég veit ekki hvort það sé vanur að taka þetta feit á því. En Lewis hann ætti bara alla leið, finnur Helgarab á baseline. Helgarab setur þetta ekki honni. Og Simmons nær að plaka boltanum til Hauks. Logi, hann fyrir alla leið, glæsilega vel gert hjá Loga. 47-53. Arnþór finnur Jerome, hann skrefar hana. Allir í húsinu vilja skref. Helgi hendur bara í þrist. Þetta var Arnþór, Friðrik Ingi öskra 2 for 1 hana. Simmons í langan twist, setur hann ekki honni. Arnþór í frákastinu, finnur Yngva. Það er vantilega eitt skot hjá Tindastóls.
Veit ekki hvort Yngvi vita af því. Já, Lewis fær boltan hana. 7. Já, Lewis alltaf að fara að skjóta þessu. Það tvígrip hana, já, hárrétt. Flott vörn hjá Jón Arnar hana. Viðar kemur inn á að spila seinustu vörnina. Gefa Lewis svona smá hvíld. Rökkvaldur viðurkennir hann lilla sendingu á innkastmanninn. Arnþór gleymir sér. Hann nær að recover í vörninni og heldur nær að setja hendinni í andlitið og loka skotinu. Friðrik Ingi að fara yfir línuna hérna hjá Marki Simons. Staðan 47-53 fyrir Tindastóll þegar við erum að fara inn í fjórða leiklutan. En þetta alltaf að byrja hjá okkur aftur. Ef þið sjáu hérna að það verið að gera við netið. Eins og já, það bara verið að þræða, saumað aftur á. Davíð Tómas að taka þetta út. Það sé ekki vel gert, rétt gert. Mér sýnist að þessi hefur nú ekki farið í saumar á Bibi. Já, maður veit ekki. Þetta er topplagi. En það er væntanlega Tindastóls bolti. Njarðvíkingar byrjuðu seinni hálfleikinn. Þannig að það er Yngvi Arnþór, Helgi Viðar og Jerome. Njarðvíkumegin er að Jón Arnór, Logi, Haukur, Helgi, Hjalti Friðriks og Marki Simons. Það er Jerome. Það er hérna að fara í Yngvi hótaði dræfinu fyrir step-back þrist, erfiðan þrist að setur ofan í andliti á Hauk Helga. Frábærlega vel gert Yngva. Hann er rosalega skýtt að þessum maður. Drengur, strákur. Jerome, Haukur Helgi vill ekki vera minni maður. Setur tvist í handleiti á Jerome. 47-56. 49-56 segi. Jerome fer alla leið og hann er bara blokkaður. Logi finnur Jón Arnór fyrir þrist. Hann setur airball. Fótur á Hauk Helga. Og engin skaði skeður, það er bara boltinn aftur inn og 22 sekúndur af stúklingunni. Ég veit ekki, ég held að klukkan hafi ekki farið á stað. Klukkan fór ekki af stað, þannig að það er bara að taka tvö. Viðar kemur upp með boltan. Arnþór finnur Yngva. Yngvi erfið að senda ykkur Helga hana.
Þessi sending var aldrei að fara alla leið. Yngvi pressar á Jón Arnar, já. Hann kemur núna á Magic fyrir þrist. Hann blokkar að Viðar örugglega, já. En Marki Simons sterkur hérna. Vildi fá villu, en það ekkert fyrir sinn snúð. Arnþór. Jerome að koma hana. Viðar. Hann ætlar að taka leið. Fer í erfitt leið frá Viðar. Mjög erfitt. Og flott villa hjá Arnþóri. Flott villa. Stoppar hann. Gefur hann engan séns á leiðupunni. Lætur hann vinna fyrir hérna stigunum á vítalínuna. Darrell Flake kemur inn á fyrir Jerome Hill. Fyrra víti hjá Simons. Setur það ekki honni. Þannig að sjáum við hvað þetta var mikil og villa hjá Arnþóri. Staðinn fyrir að hann fái auðveld 2 og mögulega, kannski 2 og mögulega 1. Þannig að vinna fyrir báðum stegunum á vítalínu og klúðra fyrra. Seinna vitið er Bentoni. Yngvi kemur út af, þannig að flottan leik. Yngvi var að spila mjög vel á síðast tímabili. Flake á Helga. Helgi er að væntanlega vita Flake þannig fyrir að halda Magic. Hann mögulega bara rétt, þetta var svona barátt undir. Þetta var 4. villan á Darrell Flake. Hjalti í langan tvist. Setur hann. 54-56. 7:30 eftir fjórða leikina. Pétur dræfar á Jón Arnar. Hann stelur bara boltann á honum. Darrell Flake. Haukur Helgi bara missi boltann og hendur hann út af bara óheppinn hann. Ekkert við þess að gera. En það er bara Tindastóls bolti. Get ekki við bolta. Flake. Arnþór hleypur hérna í gegnum mörg skrín, fer í þristinn, setur hann ekki honni. Baráttan á milli Hjalta og Helga og Hjalti hefur betur. Logi Viðar til varnar. Marki Simons. Logi fær handoff, galopið þrist, setur ekki honni. Viðar nær síðan frákastinu. Og Pétur kemur boltann. Pétur og fer í erfiðan þrist. Helgi nær frákastinu, nær ekki, en Pétur óheppinn ná ekki frákastinu henni. Jón Arnar nær honum síðan endanum. Marki Simons fer alla leið, tekur Darrell Flake hann á drifflinu, fyrsta skrefinu. Fljótar hann. Jafna leikinn, 56-56. 6:10 eftir að fjórða leikina. Simons stelur næstu í boltann hana. Darrell Lewis kemur inn á fyrir Viðar. Pétur. Finnur Flake erfið. Ekkert í gangi, Flake er alltaf að fara að skjóta þessum bolta. Já, setur honi.
Darri Fleik skýtur á driplinu hann setur þristin 56-59. Darri Lewis til varnar á Hauk. Magic léleg sending á Magic inn í sem Fleik kemst inn í. Pétur finnur Helgarab finnur Fleik. Arnþór galopinn í þrist setur hann ekki á niður. Helgarab með frábært sóknarfrákastuna. Nísó hárrétt. Það eru 10 sekúndur eftir skotklukkunni. Lewis fyrir þristinn setur hann ekki á niður. Fleik með frákastinu gefur Arnþóri svakalegt högg hana. Hann liggur eftir. Magic klúðrar leifinu. Óöfn fá ekki villu hana. Það blæður langt úr Arnþóri sig. Hann Arnþóri blóður hana eftir samstöðu við Fleik. Hann þarf að fara út af það sem að blæður honum, þá það bara samkvæmt leikreglum. Leifur Garðarsson að segja honum að fara út af. Leifur vill halda þessu áfram. En Ingvar kominn inn á fyrir Arnþór. Já, eins og ég sagði, samkvæmt leikreglum að þá verður Arnþór að fara út af það sem að blæður honum og það sem að sjúkraþjálfari Pálmi Þórsson kom inn á. Þess að geta að hann virðist vera sjúkraþjálfari og aðstoðarþjálfari. Hann var kynnt sem aðstoðarþjálfari hérna í byrjunleiks. Það er fínt að multitaska. Margt sem við getum með Skagafirði. Þá erum við komið í gang aftur okkur, 5 mínútur eftir, staðan 56-59 fyrir Tindastól. Darri Lewis nær Magic af fótunum, fer síðan í tvistinn. Helgi Rafn nær enn einu sóknarfrákastunni. Lewis, hann ætlar bara að dribla á Magic, crossover hann, finnur Helga Rafn. Hjalti gleymir sér í vörðina þarna, frábærlega vel gert. Vill á Fleik, hann að 15 villum hans, hárrétt. Jerome Hill kemur þá inn á. Fleik nýtti villunum sína bara sæmilega. Eina að tæra þessum glöðuvillum. Við erum með nokkuð sæmilega hátt lið, þannig að Haukur Helgi á leiðin á vítalínuna fyrir 2. Leifur Garðarsson dómari, hann alveg æstur í að halda áfram með hann leik. Fyrra viti á Hauk Helga. Ratar rétta leið. Seinna vitið sömuleiðis. Enn og aftur þegar hann verður komin inn í þetta lið, verður búinn að læra allt inn á leikmennina og þess aftar, þá verður þetta lið Ingi og Jerome Hill hann eitthvað samskiptaleysi þar. Logi fyrir flóter, setur hann á ný. Minkar þetta með 1 stig, 60-61 fyrir Tindastól. 4 mínútur eftir af 4. leikluta. Darri Lewis fær boltan. Mikið dribl á Lewis. Lewis finnur Helga Rafn fyrir þrist. Helgi Rafn og Logi galopinn þrist. Þessi er aftur hann í. Og það er strax leiklega tókstól. Stemningin kominn Njarðvíkurmegin. Stemningsþristur og Loga. Þetta er nákvæmlega það sem hann gerir. Hann skorið síðustu 5 stig. Njarðvíkurmegin. Haukur Helgi með frábæra vörn og Lewis hinum veginn.
Logi leiðtoginn í Njarðvíkur, það fer ekkert á milli mála. En já, Kári öskraði strax leikhlé. Þetta verður bara líf og fjör þangað til að enda. 63-61. 3:38 eftir af fjórða leikhlé. Þar Bleikur farin út af með 5 villur í Tindastóll. Hjá Njarðvíkingum Marki Simons Marki Simons með 3 villir segi. Ólafur Helgi með 4. Og Magic Baginski líka með 4. 23, það er okkur. Það lifnaði að segja verið. Það lifnaði að segja við stúkunni. Degir samlega því að leikur byrja. Lewis fær boltan, Magic til varnar. Pétur galopinn þrist, setur ekki honni. Haukur og Helgi í baráttunni. Haukur finnur Hjalta. Hjalti í langan tvist, setur hann ekki honni. Jerome með sterkt frákast hana. Pétur kemur upp boltan. Það er Lewis. Frábærlega sending hjá Lewis, finnur Helga og hann leggur honni. 63-65. Logi fer alla leið. Óheppinn Logi þarna. Simons baráttu við Lewis. Bolti fer að Lewis út af. Leifur Garðarsson alveg með nefið ofan í þessu. Allt klárt. Logi óheppinn að setja ekki reverse layup þarna. Simons. Hörku vörðu Jerome Hill. Simons óheppinn setja ekki honni. Jerome á Hauk Helga, 4 sekúndur eftir 3. Hann hefur ekki hugmynd það. Og hann að villa á Hauk Helga. Davíð Tómas mjög lengi að dæma þetta. Dæmdi þetta fyrir rest og væntanlega þá Jerome Hill á línuna. Já, með 2 skotum. Það eru 2:05 eftir af fjórða leikta. 63-63 í staðan, ekki 63-65 eins og ég sagði hann. Jerome Hill allt og stuttur á vítalínunni. Og seinna Helgi Rapp var örugglega of snöggur inn í teginn. Nei, fyrir ekki, hann fór ekki, hann hitti ekki hringinn þessu. Njarðvíkur bolti, þetta er allt jafnt hérna hjá okkur, 2:05 eftir af leiknum. Logi kemur upp með boltan, Pétur til varnar. Haukur Helgi, Hjalti, Logi fer í galopinn þrist, setur ekki honni og Pétur endar með frákastið. Ef að Tindastóllsmenn ætla að gefa Loga þetta skot endalaust, frábær sending. Allt og erfitt, allt og erfitt. Einnig sending á mikið, hann mátti Helgi bara fara sjálfur. En það er auðvitað að segja þetta hérna, horfandi að leikinn upp í stúku. Simons finnur Loga, Logi á Hauk, Haukur finnur Loga, galopinn þristur enn og aftur.
Logi mun ekki klúðra þessu enn og aftur ef hann fær, og alveg lofa ykkur því að ef hann fær þriðja þristina þá hann að fara inn í. Já, Logi tók villan á sig þarna. Brautar Lewis. Það er Pétur. Það er skrín frá Jerome. Helgi Freyr í rosalega þrist. Helgi Rapp finnur Lewis loksins. 10 sekúndur eftir á skotklukku. 7-6. Það fyrir Pétur í rosalega þrist líka. Það er ekki hann í. Það eru 40 sekúndur eftir að fjórða leikluta. 63 staðan. Bæði lið að reyna að vinna leikinn í einni sókn. Haukur Helgi fellur við. Pétur finnur Helga Freyr. Helgi Freyr finnur Lewis. Lewis finnur Jerome Hill sem kemur boltan vekk honni. Endar hjá Lewis og Lewis ætlar að reyna að senda hann út af en Logi fyrir boltan og hann fyrir út af endalínu. Kári Mar þjálfari Tindastóls tekur leikhlé. Staðan 63. 22 sekúndur eftir af leiknum og 12 sekúndur á skotklukku og Tindastóls á boltan við endalínu. Hérna Njarðvíkingar fá alltaf boltan aftur. Það er alveg öruggt og væntanlega leggja báðir þjálfarar að skora úr sínu sóknum, það er nú vitað. En það verður fróðlegt að sjá hvað verður sett upp hjá Tindastólsmegin og einnig hvað Friðrik Ingi og Teitur Örlygsson gera. Það voru dómararnir orðnir óþreyjufullir, klára þetta leikinn. Það er líklega sama lið hjá Tindastólsmönnum. Pétur og Helgi bakverðir, Darren Lewis, Jerome Hill og Helgi framherji. Njarðvíkurmegin er það Logi, Haukur, Marki Simons, Hatti og Matsik. Þetta er ekta bikarleikur, skal ég segja ykkur. 63. Jerome Hill. Hann ætlar að klára þetta. Finnur Helga Rapp. Helgi Rapp fyrir í erfitt skot. Logi kemur með boltan upp. 8-7-6. Logi, hann er að fara að klára. Hann finnur Hauk Helga í þrist. Haukur Helgi setur við honni. Pétur fer frá miðju, setur hann næst í honum. Þessi leikur vannst bara á þriggjastafa körfu. Þetta er lélegt, var erfið lokasókn. Tindastóll er dottið út í bikarnum. Tapar fyrir Njarðvíkingum 66-63 hér á heimavelli Njarðvíkur. Kári Mar brjálar út í riddaraborðið að fá ekki leikli sem hann bauð og hérna Teitur Örlygsson var ekki viss hvort hann hefði verið náð að taka leikli eða ekki, en staðreyndin sú að Tindastóll er dottið út úr bikarnum 63-66. Það verður komið hérna aftur á við komum hérna aftur á fimmtudaginn þar sem að Njarðvík Tindastóll muni taka á í Dóminusdeildinni og að sjálfsögðu verðum við með beina útsendingu hérna úr Jónagreifunni. Guðlaugur Skúlason heiti ég og ég er bara að þakka fyrir áhorfið í kvöld. Takk fyrir mig.